Halldór Guðmundsson, þú skrifar hérna litla bók sem að heitir Mammúska og þetta sagan þína pólsku ömmu. Þetta kona sem hefur orðið þér hugstæð en hún rak veitingahús í Frankfurt. Já, og ég náttúrulega átti aldrei pólska ömmu en ég kem þarna og ég kem sko strax þegar ég byrja að fara á bókamessur hérna í gamla daga, útgefandi, þetta 1985, eitthvað svoleiðis. Og þú veist hvernig bókamessur eru, þetta eru náttúrulega vörusýningar þó þetta sé búið skemmtilegt og allt fullt af bókum. Svo kom maður inn í einhvern svona ævintýralegan kjallara sem var allt öðruvísi en gráminn á yfirborðinu. Og maður sér eitthvað svona allt annan tíma blasa við manni og þá kemur þetta, eitthvað leyndarmál þannig á bakvið, eitthvað sem ég get fundið og svo kynnist ég þessari konu og hún stórbrotin og hefur mikil áhrif á mann sko. 40 árum eldri en ég, það ekki það, og mig langar að vita sögunar. Og það sem má kannski segja verði svona þrefalt í þessu sko annars vegar þetta, finna leyndarmálið, heyra í henni og hún segir já, ég skal gera það með þér. Svo kemur náttúrulega í ljós að hún vill ekkert segja mér neitt. Bara það sem henni sýnist og önnur leyndarmál vill hún eiga. Og þá verður þetta ekki bara bók hana, heldur eiginlega líka bók ómöguleika þess að skrifa ævisögur yfirleitt. Hún ekkert öðruvísi en sko hérna Halldór Laxness eða Þórbergur eða Gunnar sem ég skrifaði áður, sem allir eru búin að ákveða hvaða myndir ætla að gefa af sér sko. En svo kannski þá fer maður í heimildir og fer að leita að einhverju og þá finnur maður þetta sem hefur nú alltaf heillað mig, enduróm 20. aldarinnar í ævinnar. Hún kemst að því að hún sko fædd í rússneska keisaradæminu og verður næstum 100 ára gömul og hún lifir þessa sko öldöfgana og hún lifir hana af. Sko ímyndaðir, þegar áður en hún orðin 30 þá eru 9 ólíkir herir búin að fara yfir svæðið þar sem hún ólst upp. Og hún bláfátæku bændafólki og það sko fæstir læsir og skrifandi. En algjör þjóðarhræri grautur og enginn getur komið sér almennilega saman undir hvað þetta heyri eiginlega. En hún rétt hjá Vilníus og hún strýkur að heiman og kemst þangað og bara á 4. áratugnum í tengslu við ríkidæmi. Tengist þar inn í ríka fjölskyldu og fyrir að reyna við erfðaprinsinn þar. Og þetta fólk sem ég gerði mér enga grein fyrir, það lifði eins og Íslendingar 2007. Það skreppur til Mónakó og með fegurðardrottningum og lifir hátt á viðskiptum við Þýskaland og bara veröld þess hrynur. En þarna erum við á þessum heimshluta þar sem að fara yfir bæði nasistar og kommunistar og þessi víglína færist til og frá alla 2000 öldina. Allan þennan tíma og þetta auðvitað, sko þetta nákvæmlega svæðið sem Timothy Snyder sagfræðingur kallaði sko blóðakra. Af því þarna gerðust auðvitað hroðalegir hlutir og ég hafði upp á sko litla bróður hennar sem ennþá á lífi og hefur það nokkuð gott og hann sendi mér ævisögu sína á 2 blaðsíðum til þess að leggja eitthvað til bókarinnar. Kemur í ljós að hann 15 ár í Gúlaginu. Þeir eru á pólsku landsvæði, tímabili eða svona mest, berjast allir með pólskum skæruliðum í seinni heimsstyrjöldinni, dæmdir til þess að tapa, hata þá allir. Og þá flýr hún, og manni verður nú hugsað til þess í nútíma umræðum flóttamenn, þá flýr hún 1350 kílómetra fótgangandi frá Vilníus og alla leið til Frankfurt og svo handtekinn þar. En sko svo þessi kona þetta mikla sjarmatröll sem rekur þetta fræga veitingahús og tekur mönnum og einhvern veginn vefur mönnum með fingur sér, eldar þennan fína mat og svona, en á það líka til að verða hræðilega móðguð og stór upp á sig og svona upp á stöndum. Hún hafði allar þessar hliðar og var alveg örugglega erfið fjölskyldu sinni. Hún kynnti synirna vel og hann var alveg skítrættur við móður sína, einkasonur hennar, en hún fer þennan tröppugang sko. Maðurinn hennar, þegar hún loksins nær í hann og giftist honum, þá bara deyr hann eftir 1 ár og þau eiga 1 barn og þá hún velstæð á tímabili. Hún sólundar því í veitingahús á 7. áratugnum. Hún byrjar aftur frá grunni, hún byggir nýtt veitingahús og það verður svona leynilegt tipp og þar stjórnar hún öllu. Menn koma þarna, frægir menn af öllu mögulegu tagi og hún segir þetta í matinn og vertu hér nógu lengi. Því að hún þoldi ekki fólk sem hafði ekki tíma
var að flýta sér. Og þannig, ef menn sko fíluðu þetta ekki hjá henni, þá máttu þau bara eiga sig. Já, og þá bara þurfti ekki að borga, bara fara út með þá og fengu bann og komu helst ekki aftur. En þetta svona, sko, þú ert í svona eltingaleik við þessa konu, sko, hún er að fara undan í flæmingi stundum og svo þegar henni finnst, sko, þú gangur langt þá verður þú móðguð og reið út. Já. Þú ættir að prófa að tala við sko 95 ára gamla hálfheyrnarlausa konu sem talaði auk þess með mjög miklum hreim í farsíma til Íslands þegar hún er að segja þér upp sko. og tilkynna þeir að þú skrifir ekki stafum hana meira því að hún vil ekki sjá þetta. En síðan auðvita sko verður til einhver væntumþykja og einhver hlýja og sem þetta er líka en mér fannst pínlítið freistandi, það eru alltaf tveir menn á sviði, tveir karakterar á sviði þegar búnir til ævisaga, það er sögurittari og viðfangsefni og þarna í stað þess að sko fela sig í fótmóturhúinni þá er þetta að leiða hana fram sko og leiða fram þessa glímu sem er partur af því að skrifa svona bækur. Halldór, var mjög skap. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn. Bless.